Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. júlí, 8. sunnudag eftir þrenningarhátíð, þema dagsins ávextir andans. Í lexíunni skrifar Jesaja: Treystið drottni aldur og ævi, því drottin eilíft bjarg. Í pistlinu stendur: Af þessu getið þið þekkt anda Guðs, sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður frá Guði. Og í Guðspjallinu segir Jesús: Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni sem byggði hús sitt á bjargi. En við skulum byrja stundina á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap pistillinn ber okkur, en hann úr 1. Jóhannesarbréfi. Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andinn sé frá Guði. Því margir falsbámenn farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs, sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú ekki frá Guði. Hann and Kristsins andi sem þið hafi heyrt að komi og nú þegar hann í heiminum. Börnin mín, þið eruð af Guði og hafi sigrað falsbámennina, því að andinn sem í ykkur öflugri en andinn sem í heiminum. Falsbámennirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki af Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flytur sannleikann og andinn fer ekki með lygar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins ávextir andans. Bréfið eignað Jóhannesi, lærisveini og postula Jesú, sem einnig talið að hafi skrifað Jóhannesar Guðspjall. Bréfið sambland af bréfi, ritgerð og predikun, segir í formála Biblíunnar að bréfinu. Það talið skrifað árið 90 í Efesus. Ólíkt bréfum annarra postula, þá bréfið ekki skrifað til ákveðna persónu, safnaðar eða kirkju. Heldur bréfið skrifað til allra kristinna manna, ungra sem gamalla, og hann vísar til aldurs þeirra í merkingunni nýir eða gamlir í trúnni. Í Jóhannesar Guðspjalli skrifar hann að hann skrifi Guðspjallið svo að menn trúi að Jesús sé Kristur og sonur Guðs. En bréfið skrifar hann til þess að þeir sem trúi á Krist geti treyst því að þeir muni eignast eilíft líf. Ef við tengjum þessar staðhæfingar saman, þá Guðspjallið skrifað til þess að segja okkur hvernig við getum eignast eilíft líf, en bréfið skrifað til þess að fullvissa okkur að við eignumst eilíft líf fyrir trúna á Krist. Lykilorð Guðspjallsins trú, en lykilorð bréfsins fullvissa. Fyrir Jóhannes það ekki lengur fyrir trú, heldur veit hann. Hann fullviss að þetta sé satt. Jóhannes skrifar svo að við getum glaðst, að við syndum ekki áfram, það efumst ekki, svo við verðum á varðbergi og leiðumst ekki út af vegi lífsins, og svo að við séum fullviss frelsun fyrir trú. Sumir fræðimenn kalla bréfið hinn sanna og trúa boðskap. Af Guðspjallinu má telja að Jóhannes hafi verið við krossinn þegar Jesús dó og að hann hafi verið annar lærisveinanna
sem horfði inn í tóma gröfina á morgni upprisunar. Þess vegna skrifar hann fullvissu trúarinnar og án nokkurs vafa að Jesús sé orðið sem steig niður af himnum, sonur föðurins. Hann var til frá upphafi og verður til að eilífu. Og hann skrifar til að orð eilífs lífs geti frelsað fleiri en aðeins sannleikurinn og samfélag við Guð gefur eilíft líf. Og Jóhannes skrifar að það sé auðvelt að villast af vegi sannleikans. Í bréfinu varar hann við villukenningum og falsspámönnum, enda hættir mönnum til að blanda saman ólíkum trúarkenningum þegar menn lifa í fjölmenningarsamfélagi. En hver skyldi aðal hættan vera við að blanda saman kenningum? Jú, hún er sú að gleyma Guði og gera verk að aðal atriði. Og við verðum að muna í þessu sambandi að hugtakið synd er vantrú. Fyrr í bréfinu skrifar Jóhannes: ef við segjum að við höfum ekki synd, þá blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. En ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Framar öllu öðru verðum við að rækta trúna í hjartanu, en vegna þess að Jesús gaf okkur nýtt boðorð, eða réttara sagt endurvakti gamalt boðorð úr gamla lögmálinu, að elska Guð og elska náungan, þá er tilhneigingin að leiðast út í að halda að við frelsumst fyrir góð verk. Jesús lagði áherslu á kærleikann til náungans, þannig myndum við sýna að við værum hans lærisveinar, en það er náð Guðs sem frelsar okkur og náðin fæst fyrir trú. Guð gerðist maður og bjó á meðal manna svo að þeir gætu heyrt rödd hans, séð ásjónu hans og fundið snertingu handa hans. Þeir sem lifðu þann tíma áttu samfélag við Guð og Guð vill að við eigum samfélag í hans nafni og í hans anda. Samfélag okkar og kærleikur hvert við annað er ávöxtur komu hans, ávöxtur trúar og heilags anda. Í bréfum sínum ber Jóhannes vitnisburð að Guð sé ljósið, kærleikurinn, Guð sé réttlátur, eilíft líf, sannleikurinn og að Guð sé umfram allt góður Guð. Í Guðspjallinu segir Jesús dæmisög hús, annað byggt á sandi en hitt á bjargi. Sagan leggur áherslu á trausta undirstöðu eins og Jóhannes leggur áherslu á í bréfinu, þá þurfum við fullvissu að orð Guðs og loforð standist, því að fullvissa styrkir undirstöðuna. Hver sem heyrir orð mín og breytir eftir þeim, sagði Jesús, sá er líkur hyggnum manni sem byggir hús sitt á traustum grunni. Umrætt hús er myndmál fyrir líkama okkar, musteri heilags anda. Það hús fellur ekki við jarðneskan dauða, heldur stendur eilífð. Hvert og eitt okkar byggir sitt eigi hús og ber leið ábyrgð á byggingar aðferðinni. Áhersla Jesú er auðvitað á að grunnurinn þarf að vera traustur til að byggingin standist álag. Þeir sem hlustuðu á söguna fundu kraftinn í orðum hans, því hann kenndi eins og sá sem valdið hefur, en ekki eins og fræðimenn þeirra. Jesús sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Stundum er sannleikurinn erfiður fyrir eyrun og enn erfiðar að kyngja honum. Þess vegna sagði Jesús að við verðum að vera eins og börn,
full trúartraust að foreldrar þeirra segi þeim satt, beini þeim frá öllum hættum og leiðbeini þeim til farsældar. Jóhannes skrifaði í bréfi sínu að það væri mikilvægt að lifa samkvæmt trúnni, vera sannur í orði og verki. Þannig leggjum við góðan grunn að húsi okkar svo það verði að musteri heilags anda. Fyrst þarf að losa sig við það sem gæti veikt undirstöðuna. Trúarlegt öryggi okkar felst í því að vita hvað frelsar okkur. Sannleikurinn gerir okkur frjáls í orðsins fyllstu merkingu og eins og ég nefndi þá getur verið erfitt að kyngja sannleikanum því það getur kostað umsnúning á okkar trúarlega skilningi. Í leksíunni skrifar Jesaja: treystið Drottni aldur og ævi, því að Drottinn er eilíft bjarg. Treystið boðskapnum, því Guð vill opna hlið himins fyrir þeim sem réttlætast fyrir trú, þeim sem varðveita trúnað við hann og eru staðfastir. Þema dagsins er ávextir andans og Guð er undirstaðan af eilíðinni. Án trúar á hann er ekkert. Án boðskaparins þekkjum við ekki fyrirheitin, þekkjum ekki mátt hans og það sem er mikilvægast, án Jesú þekkjum við ekki kærleika Guðs. Hver saga sem við heyrum styrkir undirstöðu húsins okkar. Hver frásögn færir okkur nær sannleikanum, svo við getum greint kenningar sem eru viðbótar þekking en ekki frelsunar atriði. Eins og ég sagði í upphafi er auðvelt að leiðast út í góð verk en fara á mis við Guð. Pistillinn varaði við falsbámanum sem breyta og bæta við boðskapinn til að fá fólk til að fylgja sínum kenningum. En ef við trúum því að hjarta að Jesús sé sonur Guðs, er grunnur trúarinnar byggður á bjargi. En það þarf að klára húsið og halda því við. Allt sem Jesús kenndi gefur okkur styrkar stoðir og þegar við uppgötvum hvað dæmisögurnar geta talað inn í ólíkar aðstæður á öllum tímum, þá byggja þær upp veggi í húsin okkar. Veggi sem verja okkur og hjálpa okkur að leiða hjá okkur falskar kenningar. Þannig veitir trúin skjól. Síðan eru það loforð Jesú sem setja þak á húsið okkar. Ekkert getur haggað trúnni í húsi sem er byggt á bjargi, byggt á boðskap Guðs. Trú okkar ber síðan ávöxt þegar hún berst til náungans, því að kærleiki Guðs smitar út frá sér. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.